Já, við erum komin aftur. Mér skilst að þetta sé bara live. Já, að sjálfsögðu skaði, þeir völdu að byrja City og við fáum hérna eitthvað fallegt setup frá þeim. En ég er meira svona til í að sjá hvað eru MK að fara að gera. Eru þeir að gera eitthvað hratt eða eru þeir að fara að... Þeir byrja alltaf svona hægt, sem keyra þeir vanlega bara og reyna að out-aima. Glock drain too strong, sjálfsögðu. Sjá, hérna kemur húsi og hann tekur upp grenu og ögur stundu. Hann er ekki í tikkinu. Fallegt flessa með kvöldi. Hérna koma þar út og hann sér þá út úr boilerinn að Klever og er allir sturblindir. Og Stals, hann er búinn að keyra hérna niður. Klever hins vegar í baráttunni. Hann er tekinn á Hundsa. Eysteins gerir þetta vel. Stals sem var hérna í bakinu. Það eru allir búin að róta þetta og þeir bakka B. Critical búin að lesa þetta. Hann er ekki viss. Og núna er hann viss. Critical. Tekur hérna dettinate. Hundsi mjög lár. Hundsi að deyja sko. Hundsi næri ekki að planta bombinni. Hann var að beita út smoke entryð. Palli Bóndi, hann er hérna með og það var að Palli Bóndi, 1 á móti 2. Hann er bara að deffa maðurinn sko, hann heyrði ekki í hann. Hann tekur fyrsta og hann hætti við deffið. Bóndi! Critical. No pun intended. Critical clutch hana hjá Bóndanum. Það er svo mikið maður sem vilt hafa í þessu hlutu. Akkur klárar hann ekki deffið? Ég veit, hann var ekki með kit, ég veit ekki hvort hann hefði... Það kom flass og hann chickenað út. Ég veit ekki. Hefði hann náður að klára það? Hefði Bóndi ekki alltaf píkað? Nei, hann var búinn að gera það. Hann hefði aldrei drepið hann. Já, maður veit ekki. Þetta gerist. Eysteins fær að vera 1 á B. Klever með Dígúl. Það var svo mikið fyrir ránd sko. Þetta var rosalega mikið ránd sko. Alveg sartalandi í þessu. Stakka hérna Markovinn. Sjáum. Við erum eftir að sjá þetta hérna Palla Bónda Hundsa kombo í banananum aftur og aftur. Út er hann hálfleik. Þeir eru þekkti fyrir það að taka þetta hérna 2 og núna er það Eystein sem er að fara að sjá aksjón. Og hérna sér hann Palla Bónda sem gjörsamlega getur hann. Stals tekið líka og B er falli og Palli Bóndi, hann ætlar ekki að hætta. Það er bara sýtsból. Mikilvægt fyrir að taka þeim armorinn hér og byssurnar. Já, ekki sem að kaupa í second round sem CT. Snöggt 2-0. Sjálfsögðu þú veist mappi sem þú, Inferno mappi sem þú getur hugsalega unnið svona round en það bara labbaði þá. Það er alveg saman hvað heitir sko, þú tapar báðum pistolrandunum. Það er erfitt að vinna leikinn sko. Já, alveg. Virkilega erfitt. Þetta eru 6 af 16 roundir sem þú ert að vinna. Komið í hús, alveg ljúft sko. Og við erum B-stakk. Já. En ég meina þú ert að fara að fá Hundsa í andlitið af info-gaðira og hann er með AK. Senda bara Palla Bónda, hann er bara með MP7. Já. Sækja upplýsingar. Bóndi Hundsi að reyna að covera hann. Hundsi gjörsamlega límdur á hann. Þeir eru að tala Ólaf Krims kombo eða á Íslandi. Sjáðu Bónda hér, hann er bara kominn hérna og þá er það Hundsi sem fær, hann er tekinn af Eysteins. AK er kominn í hús. Það er pæling hvort að Eysteins er reyðilega bara að múa hérna niður miðjuna. Það er alltaf bara að reyna að halda þessu og vinna hinna AK-in, eða hinna byssuna. Palli Bóndi snæðir critical hafna í brunch.
Hvað segirðu? Hver er til í að veðja hann degi? Að hann degi? Já. Hann degir sko. Sjálfsögðu. Takk. Já, hérna. Kíkjum á skórið hérna. Þetta er fyrstu rátinn Palli Bóndi 7-0. Já, þetta er maður sem vill fá í gang. Tala ekki að hlaða manninn af stjörnum í þokkabót. Það er ekkert verra. Ok, fyrsta gunnan 3 famars. Leiðilegt. Þetta er leiðilegt. Nei, það er nú ekkert rosalega mikið að stöffi akkurat núna á Eysteins til dæmis. En þeir ná alltaf bananum. Alltaf. Já, við gefum hann bara í staðan fyrir að sjálfsa. Já. Myndirðu þora að fara einu? Núna er það bara að flassa sig inn og góa sko. Já. Refsa þeim að vera ekki að smóka þetta sko. Það er ekki smókin. Ok. Þetta er samt nákvæmlega sem að ég myndi vilja hafa frá mínum bjökurum sko. Að vilja að taka smá challenge og hinn er bara með smókin, smóka bara leið og halda smóknum. Sjáu hvernig þeir halda að henni. Við gefa markafinn sko. Já. Mjög áhugavert sko. Þeir gera þetta líka mútið Link. Ef ég ætti að halda einhverjum stað akkurat núna í Inferno þá væri það sko markafinn. Já, mistur þetta að þessu kött er gjörsalega átta á byðinu. Ég var ekki búist þessu. Smók neyri, flassaði í gegn, bólaði það. Það er bara leið. Haldið bara stakar. Býtið sem að henda. Góter. Mista á honum. Ok. Ég myndi alveg fara aðeins lengra ef ég var í Héldi 2 byssum. Ásættalegt. Ekki ásættalegt að þú getur flassað í einu smók á bíinu og drepið 2. Gerðist það bara? Það bara gerist. Það bara gerist. Þeir ná að kaupa aftur. En eru það 3 famas. Þetta koma Grenunar og hann er blokkaður. Skelvinu mistök þarna. Þú verður að passa hvað þú ert að gera. Og þeir fara náttúrulega beinist til einu B. Eftir að við erum búin að feika þetta. Critical gerir vel. Tekur hérna Hundsa, kemur sér 4-4. Rosalega rólegir, Malevik. Rosalega rólegir en ákvæmlega leiðilegt hvað þá frökk hafa komið frá skaða akkurat núna. Já. Sjáum við allir bara frekar lágir, það er enginn að draga neitt vagnin á skaða. Ekki búinn að stígu upp og vinna þessi mikilvægi ránd. 35 sekúndur eftir núna og þeir eru eftir að vera 4 á móti 2. Þeir vita að rotationinn núna. Eysteins er búinn að klíra longið og Þeir verða líklegast að vera A. Kemur ekkert annað til greina. Klever, hann er hér í grífu núna, flassar út, hann er störblindur, hann er komin þetta niður. Kött er hann næst í látin. Klever, hann nær engum. Ótrúleg mistök. Critical, hann er komin en hann er tekinn af Kötter. Og sjáu þið HP-ið á öllum í Malvik. undan teknikalaust þá áttu að taka 2K á mann sem er 14 og 7 sem hopp hún í grifju. En frábær popflösi sem var hérna frá MQ. Greinlega með sitt á hreinu í teikunum og bíða hann til að er stutt eftir og samt sem að það virkar á. Akkerið sem að Klever á að vera að í grifjunni er að feila. Þetta hefur verið skítlétt ránd. Hann er alltaf að drepa Skítlétt 3-1. Eysteins nær einum. Þeir eru rosalega lágir. 4 og 7 HP. En 5-0. 5-0 og Spar. Monnestarinn er hræðilegur. Þeir eru að missa á fram á sér alveg svakalega hratt. Góti komið Vappa núna, loksins Vappi kominn. Og þessi Famas fann í burtu. Helvitis Famas.
Góð grena, virkilega góð grena. Hundsi komið niður í 33 HP. Þetta er eina grenin. Já. Og Góter kíkir hérna miðjuna, pikkar hann. Dettinate. Geitin er maðurinn sem að að vappa fyrir það í CT og var alveg eldheitur á móti Link. Sjá hvort það kviknar eitthvað á honum að það. Við erum að sækja ykkur frögg fyrir skada því að hún vantar það svo mikið. Hérna reynaði að spreyja critical dettu niður, nærist ekki. Eistins náði þess að tveimur, virkilega vel gert í honum. 4 og 2 rítik núna. Nú er critical bara að stoppa þetta hérna, gera það næstu í kött, er einn eftir núna. Já, glæsilegt. DJ Eistins keyrði þetta ránd í höfn. Já. Það er bara, gerði vel að það, náði double-fragi. Hundsi með, hvað, 33 HP, þetta er grinu. Já. Hundinni. Hæ, hundare. Hæ. Sjáum hvað ég gera hérna alltaf tveir. Hundsi og Palli bóndi eru hérna líndir á hvern annan á meðan þessi þrír fara hérna hægri miðuna. Þeir gefa svolítið miðuna. Spurning hvort að ég fatti að pússa þarna niður. Ég er hrifinn af þessu stalsbústi þarna. Og Góter nær BTSM í húsinu. Þetta setup sem að Clever og Stals er í Já, mjög áhugavert. Mjög hrifinn af þessu. Sjáðu geitina. Góter með annan. Og þessi vappi kominn. Kemur þessi í 3-5. Hérna fáum við að sjá þetta in action. Og hérna sjáum við Palli bóndi, hann er strax tekinn. Það var Dettinate. Já. Glæsilega gert fyrir Clever og Stals. Keyra þetta Flawless. rátt í höfn. Fallegt, þetta er nákvæmlega sem þeim fyrir á. Enn og aftur þá erum við kannski að sjá bara skada. Skadavélinni bara lengi í gang. Já. Allt og lengi í gangi, þú veist. Fyrir núna, ég meina þú veist, þeir geta alveg tekið rest, sko. Algjörlega, menna ef við myndum taka rest þá er samt búin að koma fleiri rándadur í Link. Smá skot á Link, allt í lagi. Og Hundsi núna greina hann í 4, ekki gengur vel í honum að byrja hérna. Lítið mál, grensur on point þarna hjá. Nú er Góter búinn að sjá að miðjan er búinn að vera klýr bara lengi, sko. Veit að enginn á miðjunni. Já, bakka samt. Ég er að spá, sko, þeir eru að taka þetta boost aftur. Ég hef aldrei séð þetta boost counterað. Ég hef aldrei séð þetta boost áður bara. Já, ég hef séð þetta boost counterað nokkuð sem áður, sko. Ég séð bæði Fnatic og önnur top teams nota og líka skadan þetta. Við notum þetta í mappinu móti Link líka, en ég hef aldrei séð það counterað. Ég var til að sjá hvað MK myndi gera á móti þessu boosti. Ef einhver kann að countera var það líklega þeir. Eða bara átt eima. Það er fake A. Góð bíl. Gera bíl. Eistins komin úr stöðu en núna í stöðu. Hann er bara tekinn, engi smók Hvað hérna. var hann að gera? Ég veit það ekki. Það var að critical þegar við takum stóru sinum. Fyrsti, annar critical, þriði! Þvílíkt play! Big play critical! Handrukkari, það er bara hann. Handrukkari í barnaamæli. Þvílíkur maður. Hundsi núna með, já hérna, critical. Mínu herrar. Gamli maðurinn kann þetta ennþá. Gamli maðurinn. Kikka á 7, langa löngu síðan, er að borga fyrir það núna. Kikka á 7 2004. Og kossakallinn kemur að Og Kossin, sjálfsögðu. hann kom hann. Þekktu fyrir það. Alrændur. Hoppa. Það sleppur. Kemur Góter samt sem áður svo heitur. Svo eldheitur. Og
Boosti kemur aftur. Þetta boost er eiginlega bara að tryggja þér miðju og boiler control, sko. Já, svo gefa það bara markvinn. Skemmtilegt. Já. 3-5 er staðan. Ég er hrifinn af þessu comebacki sem er að setja sig í núna. Sjáðu Hundsa. Tæpur. Lesið. Critical alveg með þetta á hreinu. Hundsi var sko kominn fyrir fram að smókina, hann geta keyrt í gegn. Eysteins flassar í gegn. Og Eysteins, hann er tekinn hérna Hundsa. Og þá góðar þessi maður bara. Hann sér ekki neitt. Góður flassi. Critical, það er þessi maður sem þeir þurfa að passa á. Hundsi, hann er tekinn. Og Kötter, hann er vandræðum. Easy peasy, lemon squeezy. 400. 400 og Critical er að spila á sig hjarta akkurat núna. Hann er búinn að hlaða inn morðum akkurat núna. Já, mikilvægt. Algjörlega. Og allt sem hann gerir er gríðarlega mikið on point. Já. Movementinn, flussin, counterflussin. Triple frag niður miðju en þeir eru allir í hægri mið. Og nú fáum við að sjá A-strákan okkar gera eitthvað. Stals. Upp og sí. Hann sleppur langt í næsta mann. Langt í næsta mann. Ég hefði viljað sjá aðeins styttra á milli til að treyta. Því hann er alveg frekar lágur eftir það encounter sko. 28 HP. Sjá minna Critical búinn múnið miðina. Veit að engin, eða múnið banna veit að þar er engin. Sjá núna Valibóndi hérna komið sér í stuðu hérna kemur smókurinn. Þeir eru hvað? Fallega spil. Já, Clever 3 frökk frá honum. Ég erum að sjá $15.000 Clever núna. Já. Bankinn er góður. Þetta er optimal situation sem þú vilt vera í sem CT. Þú komið með svo mikið banka að þú getur gett negef og verið sáttur með lífið. Svo þessar grensur. Hoppa! Aðeins að... Eins og tæft! Þetta var skrítið. Gleymd að byssuna það. Já! Critical. Big balls critical. Grandma þróar bara smoke og hvergi hoppandi fyrir hotnið. Panikar ekki, droppar bara vopninu sinni og byrjar að spraya. Allt í lagi. Góða lagi. Tekur bara næstu byssu. Næstu byssu. Það er ekkert í þessu. Voru þetta ekki 3 mismunandi byssur eða? Já, þetta voru 3 byssur. Vel gert. Sjáum hérna BDSM komið P90 ef þeir eru í Gold Nova neðar þá ættu þið að fylgjast með núna. Sjá hvernig þessi maður miðhendlar þetta skótót. Og hérna, já, Kötter, hann góða bara upp og þeir bara verða bara að spraya þetta hérna niður. Hundsi, hann svarar Stals, hann er látin. Og þá er það Góter, hittir ekki skotinu. Þetta var ekki gott. Og hann er bara dauður vinnurinn. 2 og 2. Optimal stuð akkurat nú samt. Valibóndi kominn í góða stuð hérna í boilinum. Og Critical, ja, hann sér hann hér og hann er tekinn. Það var það Yngvi Eysteins. Ja, hann heldur þessu. Ja, nei. Ég myndi ekki gera það. Já, hann er stöður blindur maður sko. Hvítari en ég. Þeir eiga 100 HP sko. Þeir geta haldið í grifju.
skiptir ekki máli. Hvað klikkaði þessu randi eiginlega? Þeir hreytu ekki nógu vel. Já. Fjall Góter hitti ekki skotunum sínum. Góter klikkaði hvað, 2 eða 3 skotum. 2 skotum. Sem var alveg freka dýrt sko. Minnst hann hefði eiginlega bara átt að feysa hann senasta. Nei, feysa báða, reyna á killi, senda rondi 2 í 1, já. Sem sko miklu erfiðara heldur en 2 í 2. Það sjálfsögðu erfiðara. Hann lét treyta sem ekki neitt. Sem freka dýrt. Bara tíma. En peningurinn til og veist að enda veitla 6-6. Mikilvægt ránd, virkilega mikilvægt. Ég alveg að fara að sjá þá vinna þetta ránd og skada. Mér finnst það svo mikið flúk eitthvað. Hvernig unnu þetta ránd? Sjáum að þeir bakka hérna. Já, Hundsi sendur. Líklegast í feiki. Nei. Ég ekki til smókur og beða. Critical smók, hann á að smóka núna. Takk. Sækja info, sjá ekki neitt sko. Hérna kemur smókiðinn Hundsi. Hann reynir að spreyja hérna og Hundsi eitthvað ótrúlega ástæðan veit ekkert hvað er í gangi. Nær og falla loksins, Critical fallir líka. Og þá er B-teki og Stals rétt mista á hann hana. Új. Kannski fá að sjá eitthvað retake, nei, ekki retake. Okay. Hvar var seinni smókurinn á B? Og af hverju var hann ekki löngu komið niður? Sko allavega 5 sekúndur fyrir. Það voru 35 sekúndur á klukkunni sko. Þú voru alltaf búin að forsa niður þannig að sko 15 sekúndur með smókinn. Það voru 15 sekúndur eftir að klukkunni. 15-20 sekúndur. Þú getur flassað út svona að minnst 10 sekúndur af rándinu út. Þannig að þeir ættu 5 sekúndur til að planta. Þannig að það er illa að spila á B. Það var engin lággrunn. 6-7 núna fyrir Malefic. Já, vel gert þarna hjá þeim. Engi Palli bóndi með þetta skipti. Það voru langt aftalega og hérna sjáður hann. Eru ekki að það búin að fatta þetta bústa því? Nei, ja, þeir vitur alltaf af því, bara það hlýtur að vera vita af því en halda flassi og mæta manni, svo leiðilegt. Tímasetningin á, Palli bóndi komið 2. Þá spekkum við Eysteins. Núna har Eysteins taka hann stóru sinum hér. Hann tekur fyrsta. Vel gert. Rótið kemur frá Klevel mjög hratt frá A-inu, bara í gegnum longið. Frábærlega vel spilað. Þetta var lítið sem engin séns að vinna þetta ránd bara einfaldlega vegna þess að Yngvi Eysteins var á B-inu og hann er alltaf einu franki. Fallega spilað á skada 7-7 og BTSM með 5-7 en þeir eru með 2 mollís. Ég er alveg til í að veðja á það að þeir eru að fara að mollja þetta boost. Já, þeir eru að fara að mollja þetta boost sko. Þetta boost er eina ástæðan fyrir þeir eru eiginlega aldrei búin að koma upp á miðjuna. Slefti núna, Stals tekur 2. Já. Allir Stals duminn herrar kemur þessi í 5-3. Já, Stals komið 3. Landslið Stals dragvagninn í þessu senast rándi í setni fyrir ári. Hann er getinn, Palla bónda, hérna kemur Hundsi, hann blassar sig í gegn og Klever. Já. Klárar þetta.
8-7. Stóri bánsi, klára rándið fyrir Skaga. Og 8-7, mér finnst þetta ekki gott skor sko. Þetta ekki nokkuð. Hefðu þeir sleppt í að tapa rándi í gunrándum, þá var ég sáttur sko. En út af því þið töpuðu eftir að þið komast í 5-0, þannig að 2 gunrándum í rándi 12 og 13, þá bara finnst mér það of seint. Sjá hérna, þetta bara að feysa þetta Malefic. Já, úi. Vitsi, hann sleppur nær reloada, Klever, hann svarar Klever með annan. BDSM kemur sínum mönnum til hjálpar. Detonate. Kemur þessi 3 á einum. Og Klever núna 1 eftir móti 3, hendur ekki flassið, hann sturgblindur. Sá ekki neitt. Gunnsi reyndi að leika eftir Spike í Inferno áðan. Gekk ekki nógu vel en náði hins vegar 2 killum. Vel gert hjá honum. Já. En þeir hefðu nú alveg geta bara múða í það alla sko. Þeir voru þarna báðir út á longinu sko. Anna var reyndar á Anderson á B en allt í lagi. Þeir taka full spar. Ég hrifin að því. Líkur á Ego win í Terr í Inferno ekki yfirgnhafandi mikið, en getur gerst. Þeir vilja bara klára þetta ránd og Góter lippar hann. Hann tekur hennan. Tekur næsta. Það var enginn á B. Hann ekki hlupað á B og planta. Já, hugsanlega. En ok, hefði það gerst. Ég hef alveg verið aldrei surprised sko. Já, það hefði verið vel gert sko. 8-9 fyrir MQ. Malefic, svo við kallaðir. En eini armorinn á Klever með einhverja upgradaðar pistols en ekki að tala Sjá Malefic taka meira svona standard setup. Kötter spilar hérna Marskoinn bara þeim megin, stakk ekki tennisis og Skaði gera. En hérna keyra þeir upp og dettir eitt, hann heldur á flassi þeir koma og gera þetta vel hér. Bobba liggur í gryfjunni, Kötter, hann bara með uspu. Já, Palli bóndi, gæslega étur þetta bara. 4 kalla. Drap 4 kalla þessu nóti. 4 kalla. En við fáum fyrsta kaupið og það er Molly á Góter og Molly á Critical. Er þetta eitthvað setplay? Wow, Góter bara brennur, sturrblindur hérna, Klever, hann líka blindur. Strax 2 dánir, Fixer svarar, tekur hérna 1 í húsinu. 3-4 þetta núna. Fyrsta gunnándi ekkert nema búið akkurat núna. Wow. Drápu 3 menn nánast. Hoppið horfið. Hunsi, hérna nú Critical öðrum, það var bara þessi maður sem reitt eftir. DJ Eysteins. Lóha P. Lóha P á móti 3. Hlýtur að beina hérna á bóndi. Drepur hann. Jæja. 11-8. Sko, þið geta keypt sig aðeins niður, en ég held að það hjálpi ekki neitt. Það hefur ekkert rosalega mikið bitið á að múa þau byrja. Þeir fóru á B og var náttúrulega slátrað af einhverju molly setupi. Þeir verður örugglega að ná bara, þú veist,
apps ná banananum og reyna að vinna eitthvað út frá því. Þeir eru ekkert að gefa bananan, þeir fá bara, það rignir grensum við það, sko. Hérna, Palli Bóndi strax bara náðum á miðinni og þeir bakka hérna inn á. Og BDSM byrjar að spreyja hér. Og hann bara tekið BDSM, hann komið 3 núna. Hann að 4, það Klever, hann bara fylgir sig, já. Nei, upp og sí. Þarna, haus líka, þokkalegt. Ok, hann gerði einu betur en Critical, ekki? 4 kill. Á sama stað. Já, en reyndar var Critical á móti byssum. Já. Og armor. Já. Ok. Það er svolítið erfiðara. Það er aðeins erfiðara. Það var aðeins vel töff. Og Molly feilaði og hann er bara 1 núna. Og 4-4, þú veist, þetta er alveg doable. Sjáum það hér. Hérna flastar úr dettir eitt, hann tekur 2 bara eins og ekkert sigurveldara. Klever, hann kemur hérna, svarar þessu loksins. Ok, 2-3, rotationin kom inn á. Þetta er 2-2 á A. Þetta er ennþá meira doable. Köttur er svo blindur. Heyrir í þeim sko. First line, þarna. Fyrsti. Það var bara Klever sem er eftir. Já, Hundsi gerir þetta vel, kemur sér í 13-8. Easy peasy. 3 lifa, það verður engin breyting á því. Ég 16-8. Heldur það? Já. Þetta er bara búið? Þeir eru allavega að force upp núna. Þeir eru ekki mikið pening. Ef að setup í hérna virkar ekki. Þeir gefa þeim engan grip og akkurat núna er sko Hundsi, hann er komin hérna niður miðjuna, náði 3 en þeim er svarað. Palli Bóndi tekur þetta stals. Kemur alltaf nýtt og betra Hann lítur í burtu á skelfilegum tíma. sem sko búast aldrei við og Ég sá ekki eins og hann mættur hérna niður sko. ég ábyrgist það að þeir hafi 100% vitað að þeir eigi ekkert það mikið pening. Núna er peningurinn þeim alveg hræðilegur til að halda þeim frá matchpoint. Og Palli Bóndi, hann grein hérna niður. Palli Bóndi er að draga það áfram. Palli Bóndi er sko 28-12, ef einhver er búinn að missa því. Bara svakalegt sko. Sjáum hér, það eru allir hérna á þessu litla svæði á mappinu. Gýrir sig A-execute og hérna kemur það. Það er Palli Bóndi sem þarf að taka á móti því að hann sér ekki neitt, var að dansa eftir Critical, fær hjálp frá dettir, þetta gerir smókin. Já, upp á svölu var hann reyndar. Og hérna keyra þær Markóinn og Köttur er þar. Rétt missir aðeim, hérna sér það og spreyjar á, nei! Það er bara einum, Bóndi, hann er tekinn, Góter og Eysteins núna einir eftir. Veit ekki hvað þeir eru, Eysteins núna 1 eftir, fyrsti, annar. Veit á þriðja. 8 sekúndur. Það leika sig það. 10 sekúndur. Hann har spilað tæft. Já. Þetta er svo mikið það sem þið þurftu sko. Einhver að gera eitthvað einstans. 3K frá DJ-num. DJ Eysteins. Já.
Þeir eiga samt alveg sko verri pening núna og En þið þurftist að vinna rándi. þeir þurfti svo mikið að vinna þetta ránd sko. Þetta var alveg senasta séns til að krækja sig í. Og tapa hérna 7 rándum í röð. Og peningurinn samt í svo góðu lagi hjá Malefic að þeir eru allir með kolta bara við mál. Kvötti með first pick á Stals. Næsta engagement ætti að vera Cutter eða Bondi. Kritikal. Jafnar þessu í 3-3 BDSM, hins vegar púsa þetta niður, hann síðan tekinn. B opið. B galopið og Hundsi fattar þetta. Hann þarf núna að keyra inn tilbaka. Núna Rignir stöffur og hann ætlar bara í gegn. Fylgur maður, en hann tekinn. Og Detonate núna skilin eftir í 1-2. Gott ef að Detonate losa á við 1-2 byssur en ennþá betur að hann myndi vinna þetta en setupið á þeim potti hít og setupið í Ég held að hann á ekki alltaf að gera þetta. fara bara í defið Vel gert. en Björn unninn hjá Ska og Arnondi komið úr og hann lifir Vel gert Detonate. algjörlega. Mjög vel gert. Þeir eiga ekki mikið pening þannig að Enga veginn með það. 2 byssur eru mikið sko. Það er 3-8 mínus. Gerist ekki verra held ég sko. En money statusinn verður alltaf verri og verri hjá Malefic og BDSM akkurat núna á Bahamas full stuff. Þetta einmitt það sem að Skari var björgir. Já. 3v3. B bara fallið. B fallið og Án jokes. já, BDSM án jokes. Það er það sem er hættulegt við að smoke ekki og er ekki að horfa á hann. Stundur labba menninni bara í gegn. Já, Dífilufsmeistarinn eitthvað að pyrra sig á þessu. Nei. Og Bondi, hann tekinn 11-14. 11-14. Erum við að fara að sjá The Comeback. Við erum allan að fara að fá MQ er fyrir spar sko. Já. Þannig að Já, hérna. að öllum líkindum Ég held að það væri búið. Það ætti að vera 14-12. Við erum leik. Við erum leik. Það stakka B á Arslilai af því að þeir eru að fara hérna en núna koma þeir hérna niður. Húsa niður og þeir ætla að vita þessu þarna Einsteins hérna baráttunni. múið bara allir samanstrákar. Cutter fellur. Detonate, hann er tekinn 4-2 núna. Double píka. Þeir gerir þetta hárrétt þarna. Þetta er doable. Getur hann að grinna Palli Bondi 1 núna. Þú voru að spara á öllum byssunum að Já, það voru lítill armor og eitthvað. Já. En peningastatusinn er ekkert Nei, vita það sko. rosalega góður sko. Malefic vita að þurfa eiginlega bara að vinna 1 round til að ná að klára þetta sko. Já, algjörlega. Þessi skaði er svo rosalega lítið sko. Þeir eru á 3 galínu núna sko. Já.
gera nú? Þeir eru komnir í aftara. Þeir eru að fara að drepa hundsa núna, sko. Hundsi og kött er bóndi með þessa ávið. Alveg vont. Klever gerir vel hundsi, grenar hana, hjálpa á vinni sinum. Kötter kemur hérna Eysteins, hann stórblindur, dettur einn, étur hann. 1 á móti 3 núna. Þetta staðan sem að þú vilt ekki vera í. Því að þetta líflína þeirra akkurat núna. Góð peningastatus er ekki góður. Þeir eru að umkringja manninn. Og hann fellur. Ég líður ekki vel með þetta kaup í þessu rándi hjá Skada. Það er aldrei sárt, sko. Þeir eru ekki neitt, sko. Pistolbæ og Malefic að sigla þessu 2-0. Já, sko fyrirfram held ég að þetta væri aðeins jafnara. Sjá, það Píti sem komið 2, hann er tekinn, B, svo svo kannski fallið, Palli bóndi í gegnum smók, 30 bombar. komin í 33. Og 2-0 fyrir Malefic, starrend. Já, hérna. Ljóngott. Já. Þetta var aðeins jafnara. Ég misti eiginlega bara röddina mína, sko. Já, ég joinaði lið með þessa, dísas. Það var enginn nú, skilur ekki máli. En, ok, þetta var jafnari leikur heldur en fyrirleikurinn okkar. Já. Eru þeir ennþá að fara í gang, eða? Þetta var miklu skemmtilegri leikur, sko. Dust 2 var bara svona, Já, þeir byrjuðu mjög illa, Já. City. enn og aftur þá. Og komu aðeins tilbaka. Þetta, Og töpuðu svo aftur hana krúsirandi og þurfti að spara, töpuðu því. Já. Og svo unnir og eitthvað. Já. Þannig að þetta var, Þeir töpuðu basically, hvað? 6 rándum, töpuðu 2 og unnu sér út. já. Terri mitt. Bara erfitt, skiljum við, því Terri er bara erfitt í þessu mappi og... Sko, hefðu þeir ekki tapað, þarna, þeir hefðu mátt tapa fyrsta rándi, allt í lagi, fyrsta rándi í City. Þeir voru bara, þú veist, það var virkilega fallegt hjá þeim. En síðan tapar fyrstu 2 gaunarátturum, þá er þetta orðið sárt. Síðan byrjar að vinna, það mátt ekki tapa fleiri rándum, sko. Nei, ekki út, sko, komin á svona ról, sko. Og sérstaklega þegar þú lætur á stringa, sko. Já. Við stringuðu 2 rándum saman sem komum í 7, sko. Já, 7. Þá ertu eiginlega bara, þá ertu bara að tapa, sko. Já. Þegar þeir náðu 7 rándum í terri, sko. Það er alveg grimmt. Og bara það þeir hafi náðu, sko, náðu í, hérna, góð 4 ránd í terri. Það var ekki 4 ránd í terri. Og töpuðu samt báðum pistol. Það er allt í lagi, sko. Já, þú veist, Þeir stóðu þessu ákveðlega, sko. þú veist, þeir eru bara að tapa 4 pistolrándum í Það er þessu alltaf leik, mótið sko. þeim. 4 pistol, sko. Alltaf mótið þeim í görnrándurum að reyna að krega sér einhver stig, sko. Ég veit það. Þannig að vinnið í pistolrándunum ykkar. Já, það skiptir máli, sko. Já. Skiptir máli. En, næsta mappi hvað? Næsta mapp er Kass. Kass. Hörku gott mapp. Highlightum dýflismeistarann þar. Já, við fyrir aðeins yfir hans staðsetningu og hans shenanigans í blái. En við erum víst að fara í pínu auglýsingahlé áður en að við fyrir með næsta mapp og við komum aftur að vörmu úr spori.